Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Arta samstarfsverkefni 3 kvenna í Dalvíkurbyggð, innblásið af áhuga á umhverfismálum en þær hittast reglulega á böggvisstöðum og búa til ýmiss konar handverk. Upphaflega snerist verkefnið fjölnota poka en í dag það sápugerðin sem ber hæst. Þær hafa prófað sig áfram með ýmsar tegundir af sápum, bjórsápur, kaffisápur og súkkulaðisápur svo eitthvað sé nefnt. Vinnustofan var til að frumkvæði Unnar. Hún stærðfræðingur og kjólameistari og heldur reglulega saumanámskeið á böggvisstöðum en það var einmitt á slíku námskeiði sem Arta varð til. Við þekktumst áður en það var samt þar sem að við fórum einhvern veginn á flug. Ég og Emmy, við byrjuðum fyrir jólin að þrykkja á efni og gera fjölnota jólagjafinbúðir bara til þess að stemma stigu við öllu þessu einnota drasli. Og þetta var hugsað bara sem vitundavakning. Við kynntum þetta 15. desember og vildum bara hvetja fólk aðeins til þess að fara meira út í það, að vera með fjölnota. Svo náðum við að draga Bryndísi inn í hópinn og fórum að gera sápur. Og það var gamall draumur hjá mér og Bryndísi, eða við vorum búin að vera blaður það í skólanum og vorum að kenna saman að okkur langaði til að gera þetta. Og nú erum við búin að vera í því síðan í febrúar, gera tilraunir og pröfur og erum konseptið okkar svolítið bara heimabyggð, nýta það sem hér á Íslandi eða fyrir norðan. Við fáum tólk hjá Jensen og við fengum repjólju á Sandhóli fyrir sunnan. Og svo höfum við gert pröfur á bjórsápu fyrir kalda. Hún Agnes leggur til hráefnið í það. Og Fríða á súkkulaði kaffihúsinu á Siglufirði, hún gaf okkur súkkulaði og við gerum súkkulaðisápur. Þetta bara kemur mjög vel út. Maðurinn Bryndísar, hann pröfar sápurnar, hann sápupröfari, hann mjög ánægður. Það verður vonandi tilbúið í vor eða sumar. Hún Agnes náttúrulega að opna bjórböð í kalda og það var hugmyndin að við getum verið með bjórsápurnar þar og súkkulaðisápurnar hjá Fríðu. Og sem eiga reyndar svoleiðis sápur geta náttúrulega verið á hvaða kaffihúsi sem Svo verslun Dalvík sem heitir Draumablá, selur gjafavöru. En við ætlum að vera með pop-up markað á fiskidagshelginni. Maður byrjar á því að mæla vítisódan þannig að hann passi við magnið af oljum og vökva sem maður ætlar að nota. Hversu stór uppskriftin, þá bara alltaf að mæla, það þarf að mæla hlutfallið rétt. Síðan hita maður oljuna og bræðir þá tólkina og þegar að vítisódin og vatnið fer saman þá verður blandan mjög heit. Þannig að þá þarf að láta hana kólna og þegar að það sirka orðið jafn heitt og olían, þá má blanda þessu saman. Og venjulega þá tökum við töfrasprotann og þyrlum þessu saman. Þannig að það myndast búðingsbragur í potti. Og þá bara að blanda ilmkjarnaoljum og korgi, kaffikorgi. Við viljum hafa kaffisápu með skrúbbi og svo hellum við í forminn. Og forminn geta verið af ýmsum toga. Þetta eru bara svona venjuleg form, en við höfum mikið verið með bökunarform, tóbaksdósir, alls konar tilraunir. Þótt það taki ekki nema hálfa klukkustund að blanda og hræra efnunum saman ekki öll sagan sögð vegna þess að það tekur sápurnar langan tíma að harðna. Já, það þarf þolinmæði í það. Það tekur kannski 6 vikur fyrir sápur að harðna og sápast. Umhverfismál eru þeim afar hugleikin og leggja þær mikla áherslu á að draga úr plastnotkun í sinni framleiðslu. Við erum bara einhvern veginn
erum bara svona náttúru börn í okkur, held ég, og það mjög mikið umhverfis vitund á Dalvík, það mikið flokkað og þegar maður byrjar að flokka þá svona verður þetta svo yfirþyrmandi þegar maður sér hvað plastið mikið og umbúðir hafa, þetta bara alveg gríðarlega mikil sóun og aukning alltaf í þessu einnota dóti, en samt líka mikil vitundavakning í gangi núna. Við myndum aldrei pakka sápunum í plast. Það til svo mikið af efni sem fellur til, bara efnisafgangar og pappír og þess áttar sem gaman að vinna með. Það vantar ekki hugmyndirnar og með tímanum munu vafalaust fleiri sáputegundir líta dagsins ljós frá Arta. Við erum til dæmis með allavega 2 býflugnabændur hérna sem gera hunang og svo náttúrulega, á svæðinu, á Íslandi, þó sé nú á Kirkjubæjarklaustri eða fyrir sunnan, að þar ræktað bygg og hafrar. Það hægt að gera mjólkursápur og svo við náttúrulega eftir í sumar að fara upp í fjall og tína jurtir og gröfa okkur áfram með það. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.